Já. Síðasta vetur til dæmis. Þú þurfum að segja frá eðlisveðrinu í nútíð og framtíð. Já. Það er nefnilega ekki til hversdags að það sé að gera svona undir og stórmerki í barnalækningum, en ég held að það sé alveg á tröppunum núna verulegar breytingar varðandi eðlisveiruna. Og ætla að segja ykkur aðeins frá tveimur stórum rannsóknum sem hafa verið gerðar því tengt. En bara svona rétt til að rifja upp að þið hafið öll örugglega hitt einhvern með RS og fengið RS sjálf. Þetta er veira sem við sjáum fyrst og fremst yfir vetrarmánuðina, byrjar gjarnan í desember og er svona fram í febrúar, mars. Og svo er töluverður breytileiki eins og núna í undanfarin ár eftir COVID að þá er þetta að dreifast á miklu lengra tímabil, koma svona breiðari faraldrar og jafnvel stærri. En þetta er sjúkdómur hjá fullorðnum, hraustum einstaklingum og skólabörnum er bara kvef. Það er bara mikil særindi í hálsi, mikil nefrennsli, ekki endilega neitt hár hiti og veikindi sem vara í svona 3-4 daga. Hjá yngri börnum, og þá erum við sérstaklega að hugsa þessi sem eru yngri en 1 árs, að þá leitar veiran mikið niður í berkjunar og það eru þá aðalega þessi litlu greinar bronkjólur sem fyllast af slími og herpast. Og svo sjáum við líka að alveóli fyllast af slími og þá erum við að tala um RS lungnabólgu. Þannig að það er RS berkjungakvef og RS lungnabólga sem við erum að sjá. Og þetta er alveg árlegt þema hjá okkur. Það eru aðrar veirur sem geta alveg líkt eftir þessu og þá er það sérstaklega þessi human metapneumóvírus sem getur einhvern veginn lýst sér nánast alveg eins. Og þeir krakkar eru oft kannski með aðeins hærri hita og aðeins meiri frekar lungnabólgu en bara berkjuobstruksjón. Og eins influensa getur líka valdið töluverðum bronkjólít. Þetta er bara svona svolítið upplistað að ég var að reyna að finna einhverja góðar myndir af þessu en þannig átti ekki í mínum fórum neitt gott. En það er allavega, hérna til vinstri, þetta eru svona einkennin sem krakkarnir eru með og það er þá bara mjög mikið og tært glært nefkvef, rennur alveg í sífellu. Þau eru oft svona sár í hálsinum að þau gretta sig þegar þau hósta, þeim finnst það vont. Og það getur þá líka tengst verkjum upp í eyrað. Ekki mjög hár hósti og svona blautur hósti og sérstaklega þau liggja út af að þau eru að hósta einhvern veginn svona bara aftur og aftur og aftur. Samt ekki alveg svona stífar lotur eins og kíghóstin, heldur bara svona að þetta heldur áfram alla nóttina. Heyrist gjarnan útunduna hvæs og geta verið með andþyngsli og hægt að geta drukkið. Og sérstaklega þá eru nýburanir viðkvæmir fyrir því að lenda í bara öndunarbilun eða miklum öndunarerfiðleikum og fyrirburar og svona alveg nýfædd börn að þau geta fengið bara apneur vegna þreytu, en svo virðist það líka vera svona sentral áhrif að þau geta verið að fá bara sentral apneur og blámaköst og þetta getur verið hættulegt þeim. Það sem við sjáum hjá þeim, svona sem kannski aðgreinir þetta frá öðru kvefi, að það er að geta verið svona eins og myndast sápukúlur í hárinu og slíminu í munninum, að búblar svona út úr nefinu, tærar bólur, kúlur. Og þau eru oft áberandi svona bara bleik umhverfisaugun. Þetta er ekki eiginlegur konjunktivít, heldur bara að þau eru að augnumgjörðin verður rjóð. Og þessi hósti, núna er ekkert svo margir sem eiga svona gamla lélega bíla. Þetta er svolítið eins og þegar maður er að reyna að starta köldum jeppa. Að bara fer ekki í gang. Já, klárast batteríið og svona hóst og síður í bringunni. Og þegar við hlustum með
stetoskópi þá hlustunin bara svona almennt hávær, maður heyrir bæði mikið útundina píp, það yfir báðum lungum, jafnt ofarlega og neðarlega og það líka mikla krepitasjónir af braghljóð, þannig að oft þetta jú, ronki líka, já, píp, ronki í útundun, bæði ronki og bragh, krepitasjónir og hérna þegar maður var að byrja þá var maður alltaf svo viss þarna fann ég lungnabólguna, en þá það yfirleitt ekki lungnabólga þegar þetta svona gjörsamlega út allt. Það þarf að telja öndun og það þarf að horfa eftir aukinni öndunarvinnu og við förum að hafa svona meira áhyggjur þegar farið að koma inndrættir ofarlega á brjóstkassann og nasavængjablagt, en þá það yfirleitt svona streitumerki hjá þeim. Og oft þetta svona upptröppun einkenna í 4 daga og svo fer þeim smám saman að batna. En veikindin gjarnan alveg upp í 3 vikur áður en þau ná sér á þessu. Og því yngri sem krakkarnir því þyngri veikindin. Ég bað Snæbjörn að finna fyrir mig innlagnir hérna á SAK. Ég tilgreindi ekki sérstaklega barnadeildina og fékk fullt af svona áhugaverðum auka upplýsingum. Og þetta sko 10 ára aldursbil frá 2014 til 2023. Ég ætla að sýna ykkur svona aðeins með öðrum hætti, en það bara eitt áhugavert sem við sjáum að þetta náttúrulega líka í öldruðum. Hvað má maður benda aldraðir langt niður? Nei, já. En það var ekstra stór faraldur hérna haustið 2022 og það finnst okkur vera svona svolítið uppsafnað eftir COVID og það voru líka eldri krakkar að koma sem höfðu þá sennilega aldrei fengið RS 2021 og okkur virðist að þessi vetur ætli líka að vera erfiður með þetta. Já, og þetta var sem ég leita bara eftir þessum greiningum þar sem RS tekið fram. Við höfum oft ekki verið að setja greiningu nema við séum með staðfesta RS-sýkingu, annars setjum við bara greininguna bronkjólít og ef maður horfir hérna tilbaka, þessi núna erum við farin að keyra eiginlega Filmarey eða einhverja aðra RS-greiningu hjá nánast öllum sem leggjast inn með öndunarvegaeinkenni, þannig að sennilega eru fleiri að fá greininguna hlutfallslega miðað við það sem áður var þegar þurfti að senda alltaf sýnin suður á veirufræðideildina og maður var þá svona með ætlaða RS-veiru. Þannig að það getur verið að þessi tölfræði sé kannski ekki alveg sönn ef við hugsaum það þannig. Nei, þetta PCR-sýni núna. Já. Eða þetta Filmarey sem við fáum bara svar á 1 til 2 tímum. Það reyndar svíndýrt, kostar einhverjum 40.000 kall stykkið að gera það. En gefur manni þá svar líka hvort það metapneumóvírus eða influensa eða allar þessar 10-12 algengustu öndunarfæraveirur og mykoplasma með því líka. Þeir sem í sérstakri áhættu að lenda í vandræðum að það þeir sem fæddir fyrir réttan fæðingartíma og þá í raun talað í raun alveg bara upp að 37 vikum, það líka þessi síðfyrirburar, þannig milli 34 og 37, en það má segja að því styttri meðgöngulengd, því vanþroskaðri lungu og því meiri áhætta við þessi veikindi. Svo alltaf örfáir einstaklingar með meðfædda lungnasjúkdóma eins og lymfusjúkdóma í lungum eða hérna díafragmaherníur og svoleiðis. Svo þá krakkar með meðfædda hjartasjúkdóma og þar svona einfaldur VFSD eða ASD yfirleitt ekki áhætta, en leiður komin hjartabilun sem krefst lyfjameðferðar, þá fara þau að vera í aukinni áhættu með RS. Og svo krakkar sem með svona vöðva og taugasjúkdóma og þannig kraftminni hósta.
Svo gleymi ég nú alltaf að hugsa hinn endan, en það örugglega svona þessi dreifða tölfræði þannig upp eftir að það örugglega þeir sem eru með COPD eða háaldraðir, að þeir eru líka að verða töluvert veikir af RS. Já. 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 Það hefur gert það. Það hefur breyst bara mjög mikið við að hafa þessa greiningu og það er ekki fyrst núna sem aldraðir eru að fá RS. Þetta hét bara alltaf flensa áður. Og þeir sem aldraðir sem deyja á hjúkrunarheimilum í desember, janúar, febrúar, að ég hugsa því að það sé alveg jafn mikið RS eins og influensa sem svona fylgir þeim síðasta spölinn. Það er svona hvaða meðferð höfum við RS, að það er eiginlega bara svona svokölluð stuðningsmeðferð. Að það þarf að passa næring og vökvajafnvægi, sumir þessara krakka þurfa sondu eða vökva í æð. Það er reynt að minnka öndunarvinnu og álag með bara góðri verkjastillingu og hitalækkun. Halda nefinu opnu, saltvatn, sog, stundum neseríli eða svoleiðis. Og svo eru þau að leggjast inn þegar þau þurfa súrefni og við höfum í vaxandi mæli verið að nota High-Flow. Það hjálpaði mjög mikið að fá svona þessa bæði að minnka náttúrulega dead space í önduninni og að fá svona pínu mót þrýsting þegar þau anda frá sér. Þannig að það reynist býsna gagnlegt en maður þarf alltaf að muna eftir að High-Flowið andar ekki fyrir neinn. Þannig að það getur gefið svolítið falskt öryggi hjá krökkum sem eru mjög lúin. Þannig að maður verður að passa sig á því. Og svo vorum við bara fyrir 2 vikum að fá betri CPAP og við erum búin að nota hana alla síðustu viku í RS. Þannig að það var bara mjög rétt tímasetning á því að fá CPAP vel. Það er búið að gera mikið rannsóknir svo með önnur lyf að það er rosalega oft sem við erum að skrifa þau á rasepinefrin sem þá rasemist adrenalín eða Ventolin og það mjög lítil sönnuð gagnsemi í svona tvíblindunarrannsóknum. Það er oft að þau lækka aðeins í möttun fyrst eftir að þau fá úðann, svo getur verið að þau hækki aðeins en maður þarf alltaf að horfa svolítið krítísk á það hvort maður sé raunverulega að hjálpa þeim. Og ágætt að hafa það í huga að beta viðtakar eins og fyrir salbútamól, að þeir eru mjög lítið til staðar í börnum allavega yngri en 3 mánaða. Þannig að það gagnast yfirleitt ekki Ventolin á þeim aldri. Það hafa verið gerðar rannsóknir líka með það að gefa hypertón saltvatn til að þynna slímið og það ekki góður evidence, það ekki skaðlegt, ekki heldur gagnlegt. Það bara steranir hjálpa ekki nema í þeim tilfellum þar sem undirliggjandi astmi á bakvið að þá getur það hjálpa. En þessi svona venjulegu smákrakkar að það ekki ábending fyrir sterum að þau séu með RS. Þegar ég var að byrja í barnalækningum var aðeins verið að prófa þetta Ribavirin. Það ennþá til en það enginn sem notar það. Þetta mjög tóxískt lyf, karsinogen, eða allavega þarf að gæta þess að með ófrískar konur að þær séu ekki greind við lyfið og ég hef aldrei séð þetta notað í raun. Það verið að prófa annað lyf sem heitir Siresovir sem svona RS sértækt og ennþá bara samt svona í, held ég, fasa 2 stúdíum. Fyrir þá sem eru mjög veikir hefur verið reynt að gefa svona RS sértækt immunoglobulín eða svona púlað immunoglobulín, það til líka þannig fyrir hlaupabólu. En það var svona bara jaðargagnlegt og fæst ekki lengur. En svo til þetta sem heitir Palivizumab. Það hefur ekki sönnuð áhrif í aktífum veikindum. En svo rétt þetta Nirsevimab sem ég ætla að tala betur á eftir, að
það ekki til neinar tvíblundarannsóknir en svona í guidelines sagt að það megi hugleiða það við lífsógnandi sjúkdóm. Þannig að þetta en svona summan af þessu öllu við erum að styðja þau í gegnum veikindin meðan þau verða frísk sjálf. Svo það þetta með, þegar maður búinn með RS-in, hvað tekur þá við? Og það vel þekkt að þeir sem hafa fengið RS á fyrstu 6 mánuðum, að þeir eru miklu útsettari fyrir að fá berkjubólgu við hvaða veiru sem árin á eftir. Þannig að þeir halda áfram að fá svona bronkjólít og þegar maður búinn að fá bronkjólít 3 þá heitir það allt í einu sýkingarútleystur astmi. Og þetta sé eiginlega svona bara sama spektrumið. Og hér þá mér minna þessi bresk rannsókn þar sem við fylgdu eftir börnum sem hafa fengið RS sem þetta bleika svæði versus krakkar sem ekki greindust með RS á fyrstu mánuði lífsins og það var miklu algengara að þessi RS krakkar væru með astmagreiningu alveg hérna upp að 5 ára aldri. Þannig að þau halda áfram að vera lasin og halda áfram að svona kosta heilbrigðiskerfið og vinnu. Hér önnur rannsókn þar sem var bara skoðað að lyfja ávísanir út frá því hvort að börnin hefðu fengið legið á sjúkrahúsi vegna RS á ungbarnaskeiði og svo lyfja ávísanir fyrir astmalyfi. Og þið sjáu hérna að þetta eru þá aldurshópar sem liggja alveg upp í 18 ára og það ennþá marktækur munur að það eru fleiri af þeim sem fengu RS sem smákrakkar sem eru að fá astmalyf sem stálpaðir krakkar. Nú þetta kannski ekki endilega þannig að RS sé eina orsökin, það getur náttúrulega líka verið að þau hafi haft einhvað undirliggjandi sem gerðu þau veikari af RS upphaflega en ég gerir samt ráð fyrir að megnið af þessum mun tengist því að þau hafi fengið RS og séu með svona reaktíva öndunarvegi á eftir. Og á hvaða aldri eru þessar innlagnir? Þetta reyndar, þetta frá 2017 og þetta þá bara svona úr þessum stóru bandarísku databösum innlagnir á sjúkrahúsum, örugglega tengt tryggingafélögum. En maður sér að langflestar innlagnirnar eru hérna fyrir 3 mánaða aldur og það eru 75% af innlögnum vegna RS eru þá fyrir 6 mánaða aldur. Þannig að þetta eru unga börnin sem fyrst og fremst sem þurfa spítalavist. Og þetta þá bara í raun allir fæddir, þetta ekki svona valið þýði. Og það eru í þessum gögnum að þá voru þeir með eitthvað rúmlega 2300 innlagnir per 100.000 börn á fyrsta ári. Og þannig að það eru 2,3% barna sem þurfa að leggjast inn. Ég sló aðeins á tölur í öðrum greinum og þar það stundum hærra 4-5% af þeim sem fæðast sem á fyrsta ári þurfa að leggjast inn vegna RS. Og það getur líka haft með það að gera þessa nýju greiningatækni. En það sem ég langaði aðalega að tala þetta hægt að fyrirbyggja RS. Og við höfum verið, sem sé, Elma hjálpaði mér, 15-20 ár allavega að gefa þetta Synagis sem heitir Palivizumab sem þá svona einstofna mótefni gegn RS-veirunni. Þetta ekki bólusetning, heldur þetta passív immunisering, þess að bara verið að gefa mótefni í vöðva. Þetta Palivizumab hefur tiltölulega stuttan endingatíma, þannig að það þarf að gefa mánaðarlega 5 skipti yfir veturinn. Og þetta mjög dýrt lyf og það gefur ekki rosalega, þetta gefur svona cirka 50% vörn fyrir þá sem fá það.
en það allavega svona mjög þröngt nálarauga hverjir mega fá það og hér þetta bara þeir sem hafa verið miklir fyrirburðar og eru með þessa bronkopulmonal dysplasia sem eru þá súrefniskrefjandi alveg í 4 vikur eftir fæðingu. Ef þeir eru óleiðréttir hjartagallar með lungnaháþrýstingi eða hjartabilun og svo að þessir alvarlegu lungna- og vöðvasjúkdómar, spinal muscular atrophy til dæmis. Þannig að það eru hér á Akureyri, ég hugsa við séum mest með svona 3-4 börn á vetri. Í ár erum við bara með 1 sem svona uppfyllir krítería fyrir því að fá Synagis. Já. Já, þetta ver gegn gjörgæsluvistun. Já, þannig að það kannski þess vegna sem talin svona réttlætanlegur ávinningur. Já. En ekki 100%, en það samt talið draga úr alvarleika veikindana. Þetta svona þessi upphaflega rannsókn frá 1998 og það þá sem sé þessi fyrir þessa völdu hópa að þá 55% minnkun á sjúkrahúsvistun og mest voru áhrifin hjá börnum sem eru með þessa bronkopulmonal dysplasia og fyrirburum. En svo núna bara 2023-2024 að þá verið að skrá 2 lyf, annars vegar Pfizer að framleiða bóluefni sem heitir Abrysvo. Ég veit ekki hvenær við getum lært þetta, en já, það bóluefni, það reyndar Moderna líka með bóluefni og eitt annað fyrirtæki, en það þetta Pfizer bóluefni sem svona komið á flug, má segja, og það þá gefið konum í lok meðgöngu, bara eins og kíghóstabólusetningin núna komin af stað á Íslandi. Þannig að eftir 24. viku meðgöngu að gefa þá mömmunu bóluefni og þá myndar hún mótefni sem barnið hefur gagn af. Það ekki ennþá komið þannig að börnin séu bólusett sjálf. Það miklir listamenn greinilega sem gera þessa rannsókn, þessi rannsókn heitir MATIS, maternal, einhver bla bla bla, en svo til Renoir og það fyrir aldraða og það hefur líka verið prófað að gefa fullorðnum yfir 60. Já, ég ætla ekki að fjalla þá rannsókn, en hún minnkar tíðni RS hjá öldruðum í 3. Og svo þetta monoklonal mótefni sem heitir Nirsevimab, sem ég ætla líka að segja ykkur frá. Og það komið í sumum Evrópulöndum í bara klíníska notkun. Daniel var að segja mér frá að bólusetningin, hún komin af stað til dæmis í Suður-Afríku og að bara breyta landslaginu mjög mikið þar. Já. 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 Nei. Það var faktisk samþykkt að kaupa 1000 skammta hingað til lands fyrir þennan vetur, en svo fékkst það ekki. Það var ekki útveganlegt. Ég held örugglega bóluefni. Já, ég með það glæru eftir. Já. En allavega þá þessi svona ein af þessum fyrstu stóru klínísku stúdíum að hún gerð í 18 löndum og bæðir á norður- og suðurhveli jarðar, samt fá þróunarlönd, þannig að þetta í svona vestrænum löndum. Og þá þetta voru rúmlega 7.000 konur sem fengu þá bóluefni eftir 24. viku meðgöngu. Og af þessum að þá tókst að fylgja eftir 3500 í hvorum hóp, það sem sé bóluefni versus placebo. Og
það sem var fylgst með annars vegar þetta sem við kalla Medically Attended Severe RS, Associated Lower Respiratory Tract Illness, og hins vegar bara Medically Attended Lower Respiratory Tract Illness. Og þetta endurspeglar nokkurn veginn sjúkrahúsvistir og þetta svona í bráðamóttöku og heilsugæslu. Og ef við brjótum aðeins niður þessar tölur að get ég bent með ok. Jú, hérna, já. Það sem sé bláa línan þá svona kumulatífur incidence á RS, alvarlegum RS hjá barninu og svo x-ásinn tímaásinn, þannig að þetta hálft ár eftir fæðingu. Og þið sjáið hérna hvað mjög greinilegur munur á alvarlegum sjúkdómi og þannig að það reiknað þessi vaccine efficacy og hún á fyrsta mánuðinum 81%, svo reyndar smá minnkar þannig að hún komin niður í 70% þannig eftir 6 mánuði. En þetta samt verulegur munur. Það eru fá lyf sem að koma á markað sem hafa svona alveg afgerandi áhrif. Svona með minna alvarlega sjúkdóm, þeir höfðu í rauninni sett krítería fyrir hvaða lágmarks kröfur voru gerðar og verkun, og hérna þetta svona á bilinu 50 til 57% efficacy eða fyrirbyggjandi verkun bóluefnisins. Þeir höfðu væntingar aðeins hærri en eru samt mjög sáttir við þetta með hindrun innlagna, hindrun alvarlegs sjúkdóms. Svo ætla ég að tala þetta Nirsevimab og þar bara alveg splunkunni, eða ekki splunkunni, þetta var komið út í sumar þessi grein og hérna gerð bara síðasta vetur af það sem sé börn sem fæddust frá apríl og fram í september 2023 og svo var haldið áfram að rekrútera nýbura og þau bara fengu við þessi mótefni áður en þau útskrifuðust af fæðingardeild. En eftirfylgnin hjá þeim var náttúrulega ekki þá 6 mánuðir eins og hjá hinum. En það var þá svo eftirfylgni á þessu RS-tímabili síðasta vetur. Þetta í Madrid og héraðinu í kring og þeir fóru af stað með alveg risastóra fræðsluherferð, bæði á sjúkrahúsum, heilsugæslustöðvum, allt heilbrigðisstarfsfólk og mikið gagnvart almenningi, ófrískum konum sérstaklega. Og náðu alveg ótrúlegum árangri að það voru sem sé 37.000 meðgöngur eða börn sem gátu eða voru svona uppfylltu kríteríu að vera með og 80% þeirra þáðu mótefnagjöfina eða mæðurnar þá að börnin myndu fá. Og það var svolítið bara munur á þessum hópum að það í þessum kontrollhópa þá tekjulægri hópar. Maður gerir ráð fyrir kannski að það sé minna menntað fólk. Það oft aðeins lengri meðganga, þannig að maður gerir ráð fyrir að þeir sem voru með hótandi fyrirburafæðingu völdu að fá mótefni og þeir sem voru með meðfædda galla þau þáðu líka mótefni. Þannig að þetta ekki alveg sambærilegir hópar en hérna samt náttúrulega gríðarlega stórir. Og það sem var fylgst með það var þá vikulegt eftirlit og eða vikulegt tengsl við foreldra. Ég held að hljóta hafi verið rafrænt, það ekki tekið fram í greininni. En það var þá svona skráð hvort það hefði verið koma á heilsugæslu eða bráðamóttöku vegna RS líkra einkenna. Það var ekki gerð PCR-greining hjá þessum tveimur. En svo innlagnir og gjörgæslu. Þannig að þetta svona 4 hópar sem var skráð.
Ég ætla ekki að fara neitt í þessa töflu nema bara myndrænt. Og þetta sem kalla það primary care events vegna RS-líkra einkenna, að þar munur á hópunum en confidence intervalið skarast, þannig að það ekki svona skilgreint sem alveg marktækt. En þið munið að af því að það ekki PCR-greining, þetta svona klínísk greining, að þá getur verið svolítið skörun milli hópa, að þeir sem eru raunverulega með RS séu túlkaðir sem ekki, og að þeir sem eru kannski með metapneumóvírus að þeir séu túlkaðir sem RS. En þeir sáu ekki alveg nógu greinilegan mun á þessu, sérstaklega ekki eftir því sem tíminn leið. Bráðamóttöku komur að það aðeins sterkara trend vörnin, en það sem sést sérstaklega greinilega þetta með, og hér alveg marktækur munur á innlögnum á sjúkrahús yfir höfuð, að þar yfir 90% minnkun og sérstaklega á hérna intensive care events. Og hérna sjáum við að í óbólusetta hópnum að þá eru þannig 4,3% cirka sem hafa þurft að leggjast inn á sjúkrahús þann veturinn. Þannig að þetta eru býsna háar tölur. Ég ætla hérna að taka þér saman að þetta í preventing hospitalizations vegna RS, að þá það 93,6% við 30 daga og svo heldur áfram bara nokkuð svipaðar tölur. Og þessi avoiding admission to intensive care, eða sem sé ekki gjörgæslu, að það var 95%. Og þetta bara mjög glæsilegt. Allavega, en svo hérna þá up to date hefur mér sér breytt leiðbeiningunum sínum. Þetta bara orðið talið standard að þá bara frísk börn sem fæðast, allir krakkar, að ef þau hafa ekki fengið, eða sem sé að þau annarkvort fái þá að mamman fái bólusetningu eða barni fái með mótefni eftir fæðingu. Og þá hérna, og ef nirsevimab fáanlegt, þá nota maður það, og svo ef það ekki fáanlegt og við erum í rauninni ennþá hérna núna, að þá tækni. Að þá það svona þetta þrönga nálarauga með hverjir geta fengið palivizumab, sem eins og núna miklir fyrirburar með bronkopulmonale dysplasia, hjartagallar og alvarlegir vöðva- og taugasjúkdómar. Svo þeir jafnvel að mæla með því að fyrir börn sem eru eldri en 8 mánaða, sem sé RS tímabil númer 2, að þar fái áhættuhópurinn þetta nirsevimab. Þannig að jafnvel þótt mamma hafi fengið bólusetningu á meðgöngu, en þegar kemur svo að RS tímabili númer 2 og barnið hefur aukna áhættu að það sé þá gefið. Þannig að þetta ég svona vona verði framtíðin okkar. Það sem þetta strandar á að hluta til útveganleikinn, bara framleiðslu getan. En hérna nú þegar kostar Synagis 123.000 glasið. Fyrir allra minnstu börnin þá getum við boðað 2 á sama tíma og gefið skipt glasinu milli tveggja. En svo þau eru stærri, sum þurfa 2 glös. Og þá orðið líka hundleiðilegt að sprauta. Þú veist, fara að setja meira en 2 millilítra í læri bara vont. Og þetta þarf að gefa 5 sinnum yfir tímabilið, þannig að við erum að tala að dekkunin fyrir eitt RS tímabil kosti 600.000. Með kannski 50% árangri. Abrysvio, bólusetningin frá Pfizer, hún kostar 35.000 skammturinn. Og maður þarf kannski ekki að reikna lengi til að sjá að þetta örugglega borgar sig. Bara ein gjörgæsludvöl
mjög kostnaðarsöm og allar þessar komur í bráðamóttökur og allt þetta sem verið að gera. Lyfjastofnun gat ekki fundið fyrir mig verðið á þessu Nirsevimab. Þetta örugglega einhver útboð þegar að því kemur. En miðað við svona hvað kostar í Bandaríkjunum að þá áætla ég skammtinn 60.000 á haus. Ég myndi helst vilja sjá það koma inn, en ég held að þetta sé líka, bólusetningin sé líka góð. Þannig að það bara annað hvort. Já, bara eitt skipti. Já, bara gera POX-skimun á fæðingardeildinni, skoða súrefnissmettinn og gefa Nirsevimab K-vitamin. Stimpil á rassinn á heim. Já. Það hérna, ég hef ekki fjallað aukaverkanir með Abrysvo í þessari 7.000 kvenna stúdíu. Þá var fylgst með fjölda alvarlegra meðgöngukvilla eins og eklampsíu og fylgjulos, andvanafæðingar og svoleiðis. Það voru í bólusetningarhópnum það voru 4 alvarleg tilvik, svona lífsógnandi tilvik og 1 í hinum hópnum, en það var samt allt talið vera innan þeirra marka sem bara eðlilegar komplikasjónir á meðgöngu, eða hvort maður getur talað eðlilegar komplikasjónir, en algengar, já, viðbúnar komplikasjónir. Já. Og það var algengt að fá náttúrulega lokal reaksjón eftir bólusetninguna, en að heilt yfir var þetta talið þolast vel og vera hættulítið. Og dauðsföll barna voru algengari í óbólusetta hópnum, en það var ekki talið vera vegna RS. Þannig að það var bara líka talið vera ótengt þessu. Nirsevimabið, þar eru ekki aukaverkanir umfram placebo í því. Þannig að það hefur verið bara þolast mjög, mjög vel. Þetta. Já, það verður mjög áhugavert. Það örugglega í gangi einhvers staðar. Ég náði ekki að skoða. Nei. Effektífina, og svo verður maður líka að hugsa hvað samþykkt í samfélaginu. Allavega þessi einstofna mótefni, ef 80% þiggja það á fyrsta vetri, að þá það náttúrulega rosalega góður árangur. Framtíð barnalækna verður við bara ég var búin að setja inn fullt af myndum hér. Já. Verður ég bara í fríi. Ég alveg til í að hafa dagana mína bara svona, með barnabarninu og einhvers staðar skíðum og fjöllum og veitu hvað þetta er? Já, þetta er svona lungu heimsins í regnskógi, að maður leggst á bakið og horfir upp og þá þau svona sýna hvert öðru þessa virðingu að gefa svona smá rými. Að vaxa ekki inn í hvert annað, þvælast ekki. Já, það í Kröflu. Og þetta upp á Kilimanjaro í Tansaníu. Og svo þetta hinn bara á Laugum í Reykjadal. Þar sem annarhvert hjartaslag hjá mér þessa dagana. Heyrðu, en það ekki alveg víst að við verðum bara í fríi. Það sjáum reynda fram á, ég held að það komi loksins rótavírusbólusetning núna 2025. Við erum búin að bíða eftir því lengi. Öll löndin kringum okkur eru komin á stað með rótavírusbólusetningu og bara innlagnir fækkað gríðarlega mikið vegna þurrks og niðurgangs. Og rótavírus svona eini gastroenterítin sem ég hef bara orðið vitni af dauðsföllum í. Það getur fylgt í bara slæm hypoglýsemía og og getur verið svo aggressífur niðurgangssjúkdómur. Þannig að við hlökkum til að fá rótavírusbólusetningu, en svo ennþá allur listinn af hinum sem eru núna í fínu PCR-prófunum okkar,
Og svo sjáum við mjög mikið orðið aukna bólusetningarandstöðu. Við höfum verið aðeins og eftir kannski öðrum Evrópulöndum með það, en það er mjög sterk bylgja núna að ungi foreldrar vilja alls ekki þetta eitur sem bæði K-vítamín og bólusetningar eru. Þannig það ekki bara saman með skiptingu. Eina sem við báðum var allt og við Ja. bendum það og við ráðum ekki við þennan fríkin og bara verðum þetta einhverja aðkvæmt svitlis. Já, finn einhverja aðskotasvitlis á netinu. Ég Ja, eftir ja. það að það er ómikið. Fólk sem er í stríð og er svagt, Já, þreytt, það er ekki bælið þessu. nei, Bara- ég óska mér ekki þess. Nei, Nei. það þú veist, við sem bara, Ja. það sem báðum var á. Já, nei, Ekki vandamál með hlutum það og það er ekki einhver eftir eitthvað mislingar, lögumveiki og svo það eitthvað slæmt. jú. Ég held að segja það. Þau þekkja ekki. Þau hafa ekki sögur frá af og ömmu og bara þekkja ekki hversu alvarlegi sjúkdómar þetta er og kannski erum við ekki nógu duglega að kenna okkar heilbrigðisstarfsfólki heldur. Veist, hvað er stífkrampi? Hvernig deyr fólk úr stífkrampa? Veist, það er bara ömurleg örlög og mislingar og þetta. Men þegar við varum kandidatar sáum við fullt af fólki sem þá á mínum aldri sem var alvarlega skadað eftir þessa sýkingu. Já, og eftir rauða hunda, heyrnarleysi eftir rauða hunda, pólió, annað. Þetta er grúppið, það er verið undir búið. Í straff, já, Já. frábært. Og lofandi góðu, það er einhvern kampi svo er þess Já. Kannski fyrir ykkur sem er að hlusta, sem sé Alexandra að segja hérna frá að fyrir streptokokka grúppu B, þá sem sé neonatal sepsis og sepsis mæðra væntanlega, að þá er komið af stað vinna tilsvarandi. Þannig að þetta eru svona merkilegi tímar, myndi ég segja, og bara mjög mikil framför. Spyrja hvort það sé einhverja spurningar. Já, heyrðu, eru spurningar frá fjárstöðum? En núna ætlar Gunnar nefnilega að fylgjast með hérna skilabúðum á skjánum Já, það er líka þetta. og eða þið getið talað í mikrofón. Eða spurningar úr sal. Já. Já. Fræðsluhefðar. Já. Embætti landlæknis hefur verið að reyna að ná fólki heldur svona í gegnum heilsugæslunar og í gegnum heilsuveru með bara að hafa aðgengilega fræðslu. En það eru svona verið svolítið vera þessi sem lenda inn í þessum pælingum eða grúppum á Facebookinni eða þetta, að þau eru ekkert að skoða það efni og að mikil svona herferð myndi kannski frekar auka styrjöldina. Ég held að þess vegna hafi verið haldið svona ekkert mjög háum prófíl með þetta. Já. Ingvar, þú varst með. Já. Já. Borðar þú kannski upp í framtíðin nærveika fyrir að blöðum sem í sömum gröfum. Já. Þau þurfi fara til að barna ekki yfir. Já. Það er ekki margir sem muna þetta. Nei. En við sáum þetta í Úkraínu og Rússlandi. Það er allt hundi á Jeltsin-tíma. Já. 1992. Og þá grassaði þetta eftir í nattu. Það er ekki með bólusetning. Já. Þetta kemur aftur eftir bólusetning. Svo eins með pólió, að pólió er jú veira sem þarf mennskan hýsil og hún lifir ekki lengi í hverjum og einum, ekki eins og herpesveirunar geta lifað að maður ber hana endalaust með sér og mannkynið var komið rosalega nálægt í að útrýma pólió af yfirborðið jarðar. Það voru svona einstaka nýtusar í herþjóðum löndum. En núna er þetta aftur farið að koma og eins og í hérna bara í Ísrael eða Palestínu núna. Þá erum við að sjá aftur pólió sem er sjúkdómur sem hefði geta verið horfinn. Ég glemma því heldur að bólusetninga fólki það lifir í skjóli okkar. Það reiknar með því að við hinn bólusetjum okkur nógu mörg til þess að það verði ekki nýtur fyrir faraldur. Já. Það er bara ganga, sko, þetta já,
orðin eins og það kom ekki neitt fyrir. Það er svo þau eru hægt að taka inn í myndina að það er hjáðanandi sem er að venda þig. Akkurat. Já. Já. Það býtur að vera ekki læg. Mér finnst líka við auðvitað mikið í ungbarnavendinni, sko. Já. Við leiðum að standa okkur betur og það má ekki bræðsla líka til ljósmæðarna og hjúkrunarfræðingana að ræða því þetta er svolítið færibanda, sko. Þetta er bara vikið læknisskóla, þetta er bara jáfnveg bólusetning, það er engin bræðsla Af hverju er verið að bólusetja? Nei. Og foreldrar eru að vitna þeir sem að sko kjósa að nei, við erum ekki bólusetja. Þú veist, það var einum að fara ykkur fræða, sko. Og þá eru þeir móttökin þegar eru alltaf einhverjir þarfir Instagram aðgangar með alls information, sko, sem eru svo sannfærandi og þeir eru svo sannfærandi hætti. Þannig að þú veist, það er svo erfitt, sko. Og við erum bara styðja Big Pharma. Þú veist, það er það. Já. Ég meina, Pfizer er Big Pharma. Pfizer kostaði þessa rannsókn náttúrulega. Þetta er það þannig, en þetta er, já. Akkurat. Já, Gunnar, þú ferð að vinna allan sólarhringinn, þetta er allt í lagi, þú þarft ekki að hafa áhyggjur. Já. Takk kærlega fyrir. Já.